óskum þess heitt að þessari afgreiðslu verið frestað í það minnsta að þessi svæði 2, Héraðsvötn og Jökulsárlón Skagafirði annars vegar og svo Kjálfavíkurveita, þessi svæði verði ekki fluttið fyrir biðflokk. Og þessari yfirlýsingu að þau megi meta aftur og kannski velta því fyrir sér hvort það eigi að virkja þau, að hún verði dregin tilbaka. Það er krafa náttúruverndarsamtaka. Fyrir hönd náttúrunnar. Hún getur ekki tjáð sig sjálf. Svæði eins og Þjórsá, sem eru undir við Kjálfavíkurveitu og Héraðsvötn, sömuleiðis og Jökulsárlón Skagafirði, þetta er ekki einstök svæði á íslenskan mælikvarða. Þetta er einstök svæði á heimsmælikvarða. Slík svæði finnast hvergi annars staðar á jörðinni. Og það er vegna sem við höfum mjög sérstaka jarðfræði hér. Lífríkið er sérstakt, norðlægt land, mikil jarðfræði, mikil virkni. Það er bara eitt stykki. Það eru bara eigin Þjórsárver og ef við krukkum í þeim frekar en þegar hefur orðið með Kvíslaveitu, þá kvarnast úr þeim og á endanum hefur við kannski bara ekki neitt. Fossarnir, þeir hverfa og hljóðna og saman við Jökulsárnar fyrir norðan sem voru það svæði sem var hvað hæst metið af faghópunum í rammaáætlun. Við verðum að gera þá kröfu til þingmanna landsins að þeir velti því alvarlega fyrir sér hvaða skilaboð við erum að senda út í þjóðfélagið og til heimsins alls. Þetta er myndin af tík og sjónarhorni sem fáir hafa séð held ég. Og þetta eru verðmæti sem munu glatast með Kjálfavíkurveitu. Og við sjáum ekki ástæðu til þess að halda neitt áfram með hana eða taka hana vernd og vonum að það verði samþykkt á atkvæðagreiðslu Alþingi. Nú hafa fulltrúar flokkanna fengið sínar myndir og ég ætla að biðja þið fyrst að áður en snúðum fram, að snúðum að sér og skoða nú vel og vandlega þennan foss, Þing. Byrjið á að skoða flæðið og svo skulið þið athuga hvort þið finnið manneskjuna á myndinni. Svona hægra megin. Hún setur stærð fossins og mikilfengleik í ákveðið samhengi. Já. Og nú ætla ég að biðja ykkur að snúa svo myndinu fram og setja ykkur upp fyrir myndatöku. Hér er höfundur myndarinnar, Árni Tryggvason, og við þökkum honum, náttúruverndin á honum mikið að þakka fyrir að gefa þessa mynd og vonum að hún birtist víðast og við hengjum hana upp og minnist Þings með hlýhug þegar við greiðið atkvæði hvort það verður nú á eftir eða á morgun. Nú ætla ég að gefa Auði Magnúsdóttur orðið. Hún er framkvæmdastjóri Landsnefndar og er með smá skilaboð til okkar alltaf. Já, sælar, frábært að sjá okkur svona mörg hérna í dag sem að koma með mjög stuttum fyrirvara. Meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar rökstyður ekki hvernig þau komast að þeirri niðurstöðu að Héraðsvötn skuli fara úr verndarflokki í biðflokk í 3. áfanga rammaáætlunar þvert á niðurstöðu verkefnisstjórnar. Verkefnisstjórnin komst nefnilega því eftir ítarlega rannsóknir bærustu sérfræðinga að Héraðsvötn væri verðmætasta landsvæðið sem hún tók til athugunar með tilliti til náttúru og menningarminja. Það allra verðmætasta. Það var sagt mér, segir meirihlutinn, og þess vegna hendum við faglegri ákvarðanatöku út gluggann. Þjórsárver. Hvar á að byrja? Þjórsárver eru friðland, alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, alþjóðlega mikilvægt votlendissvæði. Stærsta samfellda gróðursvæði sem eftir er á hálendi Íslands með einstaklega fjölskrúðugt dýralíf, plöntulíf, fuglalíf. Þjórsárver eru hjarta landsins. Þar sem jökulvatn og lindarvatn mætast, æslast, næra og hvíslast eins og æðar. Landsvirkjun vill stífla kransæðina, loka á flæði frá hjartanu, þurrka upp fossana Þing og Gljúfurleitafoss mestan hluta ársins, fossa sem eru álíka stórir og Gullfoss. Meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar er ekki tilbúinn að taka af skarið vernd þessa heilagasta svæðis hálendisins. Heldur vill hann að verndargildir verði skoðað enn einu sinni. En ekki með neinum haldbærum rökum eða gögnum, heldur bara
Það var sagt mér. Alþingisfólk, við sem hér erum stödd, grátbiðjum okkur að standa vörð faglega ákvarðanatöku, skynsemi og lýðræðisleg vinnubrögð. Við krefjumst þess að þið rísið undir þeirri ábyrgð sem á ykkur sett sem æðsta ákvarðanavald landsins og hafnið tillögu meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar 3. áfanga rammaáætlunar. Please. Please. Ekki taka ákvarðanir sem skemma dýrmætustu náttúruperlur okkar. Rísið frekar upp til verndar íslenskrar náttúru og sýnið að þið ætlið ykkur að breyta rétt og skilja eftir heim, samfélag og umhverfi sem betra heldur en það sem við tókum við. Við skulum standa vörð náttúru Íslands, öll saman. Líka og kannski sérstaklega alþingisfólk og stjórnarmeirihluti. Öll saman, það eina leiðin til að gera þetta. Góðar stundir. Við ætlum ekki að hafa þetta lengra og tauga þingmenn frekar og vonum að þeir breyta þetta rétt. Það kemur að atkvæðagreiðslu á þessu mikilvæga máli, fylgi fagmennsku, fylgi náttúrunni og aðstoða okkur við að passa upp á hana og þannig að hægt að njóta hennar alla framtíð. Takk.